Grunntekníku 2 notum við mikið sirkilinn, þetta mikið sirkilvinna. Það mikið þetta ef við erum með rétta blýanta. Í kennsluáætlunni er talað tvær gerðir af blýantum, það H og 3H. 3H er fyrir svona hjálpalínur sem eru daufalínur, en H er fyrir lokalínur. Það að ljúka teikningunni. Gott að vera með strókleður, og ef við erum með svona tréblýanta þá er það yddarinn. Síðan eru til svona sérstakir fallblýantir. Þá getur við ágætt að vera með 2, einn fyrir H og annar fyrir 3H. Það eru hornin 90, 45, 45 og 90, 30, 60 og síðan hérna gráðu boginn. Hann er notaður í mismunandi verkefnum. Og þá ætla ég að byrja hérna að svona rétt að sýna hvernig við helmingum línur og hvernig við fáum 90 gráður frá gefnum punkti á línu. Samanber kynningu 2 í flatateikningunni, grunnteikningu 2 bókinni. Ég ætla að helminga þessa línu hér og nota við það hringfaran. Við stingum hér oddinum akkúrat í endan á línunni og síðan tökum við hér í sundur. Og það er betra að hafa, þar sem að línuna skerast, þá er betra að hafa örlítið svona frekar frá. Tökum við hérna svona sikkurum megin. Síðan færum við okkur hér yfir og tökum línunar hér. Og þá er hér það sem að þessa línur hér skerast. Þar strikum við yfir. Og hér tökum við háblýantinn þegar við höfum þessa línu skýra. Það er gott að smella strikunni, horninu hér eða reglustriku og síðan strikum við yfir. Og eins og ég segi, það er atriði að hafa þetta svona frekar lengra frá heldur styttra. Ef við erum mjög stutt frá sitthvoru megin þá er hætta á því að línan verði ekki alveg eins rétt.